Ég staddur á Sauðanesi, nánar tiltekið kirkjustaðnum Sauðanes á Langanesi. Húsið hér fyrir aftan mig var prestssetur, byggt rétt fyrir 1890 og þar bjó einn sögufrægasti prestur þessa staðar, Arnljótur Ólafsson, til dauðadags 1904. Hér var prestssetur til 1955. Þá var byggt nýtt hús norðan við, en gamla prestssetrið á Sauðanesi fékk að grotna niður í friði áratugu saman. Það var ekki fyrir Þjóðminjasafnið tók það að sér að það var endurbyggt og í dag þar glæsilegt safn. Ég ætla að kíkja þar inn. Hér eru við í prestssetrinu á Sauðanesi. Það sem var mikið ríkidæmi hér áður fyrr og eins og má sjá þá húsið hérna dálítið stórkostlegt og í raun og veru helsti munur safnsins, þó að það sé hérna nú komin skemmtileg sýning líka. Sauðaneshús eitt af elstu steinhúsum á landinu, tilhoggið úr grásteini hér úr fjallinu. Það sem var óvenjuleg aðferð til að byggja hús á tímanum og stendur hérna upp á mikilli hæð þar sem að gamli bærinn var hérna aðeins fyrir neðan. Það var svo gert til þess að allir myndu sjá hversu fallegt og fínt húsið væri frá lengri leiðum. En eins og má sjá á þessari mynd þá voru hérna, þó húsið standi hér núna eitt upp á þessari hæð, þá voru hérna margar viðbyggingar og skemmur ásamt náttúrulega kirkjunni. En húsið var byggt 1879 og var búið í því alveg þangað til 1957, en þá fer það í eyði og stendur eiginlega kalt og autt þangað til 1990 þegar það gefst tækifæri á að gera það upp. En þá var það eiginlega svona næstu því að hrunið komið og suðurveggurinn hérna farin að bólna dálítið vel og það var mikið verkefni að gera það upp. En núna það komið í svona nærri því upprunalegt horf. Þegar þau voru að gera það upp og þá vildu þeir reyna að hafa þetta eins nálægt upprunalegri mynd og hægt var. Þó að húsið hefði alltaf verið í einhverri þróun. Það voru alltaf einhverjar breytingar gerðar, sérstaklega þegar þetta á þessu tímabili, þegar svona pípulagnir og rafmagnir að koma inn í húsnæðin og þá reyndist dálítið erfitt að svona nútímavæða þetta hús og var ein af ástæðunum fyrir því að fór á endanum í eyði. Hérna inni í suðurstofunni höfum við byrjunina á sýningunni. Hérna var presturinn með sína samkomur þó að upprunalega herbergið hérna verið í tvennulega, það var veggur hérna upprunalega, núna þetta opið. Í húsinu öllu þá höfum við að fjalla aðeins bara hvað lokkaði fólk hingað, af hverju bjó svona margt fólk á Langanesi og helsta ástæðan fyrir því voru náttúrulega hlunnindi landsins. En sko hérna í þessu herbergi erum við að tala sjófuglana og eggjatöku sem var náttúrulega gríðarlega mikilvæg. Eggin voru mikilvægur matur að voru til og hérna þetta var bara mikil hefð sem skapaðist í kring það. En fyrir utan eggin og fuglana þá voru náttúrulega mikil dúnteki hérna, æðarfuglar og gríðarlega mikil rekaviður. Þannig að þessir voru svona undirstöðunar á þessu litla ríkidæmi sem byggðist upp hérna og ástæðan fyrir því að fólk sóttist í það að búa á Langanesi. Við erum búin að vera að koma hingað í 6 ár. Við störfum hérna sem safnverðir en við erum bæði myndlistamenn. Við erum hérna bara yfir sumartíman náttúrulega. Búum annars í Reykjavík og erum þaðan. Reykjavík. En þetta var bara svona smá skyndi ákvörðun. Við sáum bara atvinnuauglýsingu og tókum ákvörðun að koma hingað að prófa þetta og fólk hefur verið svo indælt og gott við okkur hér að við höfum haldið áfram að vera. En það væri skrítið að koma ekki hingað, held ég. Þetta var eiginlega svolítið skyndi ákvörðun hérna fyrst og þótti svo forvitnilegt. Það var atvinnuauglýsingin var svona, viltu vinna á safni og búa í safni? Og okkur leist mjög vel á það. Og við héldum eiginlega að því við erum bæði svona að vinna í okkar eigin alltaf verkefnum og
Við héldum jafnvel að við gætum komið hingað og verið svona hálfgert útaf fyrir okkur og svolítið í friði. Og það var svona planið þannig fyrst. En svo náttúrulega kemst maður alltaf að því að maður partur af samfélagi, hvar sem maður Já, algjörlega. Og það bara búið að vera mjög mikið að gera í raun og veru. Skemmtilegt að koma, þú veist, inn í þetta samfélag hérna, þó að það sé náttúrulega ekki í fullri mynd, sko, við erum bara yfir sumartímann. Hérna erum við í stofu prestsins, hérna borðuðu þeir sínar máltíðir og skrifuðu sín bréf. Hérna farið aðeins yfir sögu þeirra, hvernig þetta byggðist upp, þessi svona, hvernig hlunnindin urðu að peningum hérna. Það var helstu tekjur prestanna komið frá æðardúnunum. Hérna aðeins sagt frá því hvernig hann unninn og hvað þarf til þess. Það er náttúrulega mikið fullt af fólki til að fara og sækja dúninn og þurrkan og komin síðan erlendis til þess að til að selja. Þetta varð mjög fljótt eins og rekavæðurinn mjög mikilvæg söluvara hérna á svæðinu og voru kóngafólk og merkismenn að kaupa þetta erlendis og þannig byggðist svona frekar hratt upp þetta ríkidæmi hérna og það má sjá náttúrulega bara á þessum munum sem eru hérna til sýnis. Þó að húsið sé mikilvægasti og svona, merkilegasti munurinn að þá eru hérna alls konar silfur, kertastjakar og klukkur og hérna vindlar og bækur náttúrulega. Þetta eru bækur frá Arnljóti sem var næst, annar presturinn til að búa hér þó að Vigfús sem stóð fyrir því að húsið yrði byggt, hann náði einu held ég ári í húsinu áður en hann lést. Þannig að það voru hérna á sama tíma og það var mikil svona, fátækt og í dag kannski skrítið að hugsa til þess að það var hérna fullt af fólki sem bjó á Sauðanesi, einhvers staðar mjög langt frá öllu, en þetta var viss miðja á þessu svæði og það sést bara af sögunum sem eru hérna og mununum og rústunum hérna í kring. Það voru hér gríðarlega margt fólk og fólk að lesa hérna eins og Arnljótur, að lesa einhverjar bækur á grísku og latínu á meðan hérna úti var frost og kuldarhett. En konan hans Arnljótar, kölluð Hólfríður, hérna átti þennan búning til dæmis sem afskaplega fallegur og beltið sem hún með hérna. Það má hérna lengi skoða það og það var margir komið hingað að virða þennan búning fyrir sér til að reyna að herma aðeins eftir honum. En það má einmitt sjá mynd af henni í búningnum hérna, í giftingu held ég sonar þeirra. En þetta svona lítill biti af því ríkidæmi sem byggðist upp hér og má sjá fleiri muni annars staðar í húsinu náttúrulega sem sýna það, sko. Hérna inni erum við í svefnherbergi prestsins og prestsfrúnnar. Eins og við vitum að þá var starf prestsins aðeins öðruvísi frá brauði frá því svona hjá hinum almenna verkamanni og voru þeir að sinna alls konar störfum og höfðu oft tíma til að vera að gera hluti sem aðrir höfðu ekki, skrifa og semja, þýða oft, ljóð og kvæði og einhvers konar sálma og hérna prestanir á Sauðanesi voru náttúrulega margir og oft merkilegir menn og það liggja eftir þá alls konar útgáfur og rit, merkileg rit. Ólafur Guðmundsson til dæmis var prestur á Sauðanesi og samdi hérna lítið ljóð sem við notum ennþá daginn í dag, Ab Jónsef Nóf, 30, einn til hinir kjósa sér, febrú 14 ber, frekar einn þá hlaupár er. Þetta ennþá notað þó að þetta sé aðeins breyttri mynd, en þetta var svona eitt af því sem ennþá með okkur hérna í daginn í dag, þó að það hefur kannski verið löng leið sem sagt, frá því að hann Ólafur var að skrifa þetta á 16. öldinni þangað til í dag. Þetta
svona, já, það er gaman að hugsa það hvernig þetta nálægt manni en líka fjarlægt manni. Eins og kannski saga Langanesins dálítið að það kannski í dag finnst manni að það sé skrítið að fólk búi hérna eða bjó hérna í þessu magni, en það var í raun og veru ekkert skrítið við það og bara ósköp venjulegt og viðbúið að hérna fólk sækist í það að vera hér sko. En hérna heldum við áfram að segja sögu vissra einstaklinga, aðeins meira hann Arnljót Ólafsson, en síðan erum við líka með hérna sögur af prestsfrúnum. Prestfrúin var alltaf mjög mikilvægur hérna liður í öllum þessum business sko. Það var mjög mikilvæg störf sem að hún sinnti og þurfti, þó að það ekki verið mikið kannski fjallað þau störf í sögubókunum endilega, að þá hérna hefði þessar konur sko gríðarlega mikil áhrif á samfélagi þeirra inn í kring og voru ofta að sinna störfum, læknisstörfum áður en að sú skilgreining komst á. Þau voru að tína hér fjallagrös og hérna mismunandi jurtir, hjálpa fólki í gegnum veikindi sem og bara að sinna hérna húsinu og skipulaginu. Þannig að það já, gaman að kynnast þeim líka þó að prestarnir hafi náttúrulega fengið mestu athyglinna sko hingað til. En það já, bara búið mjög heiður að fá að kynnast þessu. Ég sko fyrir mínum parta þá hef ég búið mikið erlendis, en þegar ég hef búið á Íslandi þá ég hef verið alltaf í Reykjavík bara. Og að koma hingað, já, þetta var annað. Þetta annars konar rútína, annars konar rytmi. Hlutirnir gerast stundum hægar aðeins. Já, en stundum hraðar líka. Já. Það búið að, já. Hver einstaklingur hefur svona kannski meira vægi á stað þar sem eru færri, kemst maður að? Við þekkjum nágranna okkar hér miklu betur heldur en nágranna okkar í blokkinu okkar í Reykjavík, sko. Það er satt. Maður dettur oftar inn í svona eitthvað random kaffi hjá einhverjum. Já. Það já, ég held að það hafi verið mjög góð ákvörðun. Já, það var það. Svo reyndist þetta bara að vera mjög skemmtileg vinna og hérna, við endum að gera þessa nýju sýningu hérna í safninu sem að okkar mati segir svona kannski aðeins betur þessa sögu af þessum forvitnilega stað. Það sem var svo blómlegt svona áður fyrr og hérna, eða er það náttúrulega ennþá en bara á annan hátt og hvernig samfélagi hefur svona tekið þessum breytingum, hvernig fólk ákveður hvar það býr og hvar það vill ekki búa. Já, og líka hvernig þetta stundum ekki ákvörðun. Já. Að, þú veist, þegar byggðin leggst af hérna þá út á nesi, það að segja þá það var í raun og veru ekki ákvörðun. Fólk þurfti bara að hverfa frá öllu sem þau áttu sko, á mjög fljótum tíma, bara svona yfir nóttu næstu því. Sko. Þannig að bara kynnast því að svona sjá þessa svona, stundum þessa afarkosti sko, sem geta orðið til á tímabili sem ekki svo langt frá okkur í tíma í raun og veru búið að vera mjög það eitthvað sem við ættum öll að vita held ég, að kynnast sko.